Ég held mögulega að þessi Renault Scenic hafi farið svolítið undir reydarinn hjá rafbíla neytendum á Íslandi. Út af því að þetta hörku bíl. Hann fór allavega fram hjá mér, þangað til núna. Ég hef ekki langan tíma með hennar Scenic eða einhverja 2 klukktíma. Hann nýkominn úr standsetningu og ekki keyrður nema 16 km. Þannig að ég þarf að skila honum niður í umboð fyrir klukkan 4. Hvað getum við gert á þessum 2 tímum til að sannreyna það að þetta sé einn vanmetnasti rafmagns miðstærð af fjölskyldubíl á markaðnum? Jú, við ætlum að keyra niður að Tjörn og við ætlum að gefa öndunum croissant. Þetta jú Renault og í Renault þá borðar maður bara croissant og baguette. Ég kalla þetta kolvetnisjafna fuglana í borginni. Ég gleymdi samt alveg að hugsa út í það að croissant alveg skelfilegur matur til að borða í bíl. Þessi tiltekni Renault Scenic E-Tech Techno kemur með 87 kWh rafhlöðu og drægni bílsins einhverjir 625 km uppgefið af framleiðanda. Bílinn 222 hestöfl og með 300 Nm af togi sem ekkert svakalegt, en maður þarf ekkert meira fyrir svona medium fjölskyldu bíl. Nú erum við loksins komin niður á Tjörn. Við skulum kenna þessum fuglum franska matarlist. Bonjour, mademoiselle, bonjour. Elskar þú baguette? Oui, viltu baguette? Wow, hello, many out. Þessi Renault Scenic hinn fullkomni bíl til að keyra niður á Tjörn til að gefa öndunum og áltunum baguette og croissant? Já, ég myndi segja það. Hann líka ansi fullkominn á marga aðra vegu. Svo hann líka búinn að lækka í verði. Núna kostar hann ekki nema 6.890.000 með styrk frá Orkusjóði. Þar sem að ég tel að þetta sé hinn fullkomni rafmagns fjölskyldubíl fyrir Reykjavík eða fyrir borgina í miðstærð, að þá verðum við að prófa hann í hringtorki. Þar af leiðandi hef ég fundið minnsta hringtorkið í Reykjavík og hérna keyri ég hring eftir hring og ekki búinn að þurfa að rétta stýrið einu sinni. Það má nefna að bíllinn 2,8 metrar að lengd og 2 metrar að breidd. Þannig að fyrir svona lítil modern hverfi í Reykjavík eins og Bryggjukverfi hérna, að þá þessi bíl ansi góður. Ef þú ætlar að nota þennan bíl í höfuðborg þá mjög líklegt að þú munir einhvern tímann þurfa að leggja í þröngu bílastæðahúsi þar sem að maður þarf að vera á lipru ökutæki því maður vill ekki rispa bílinn sinn á þessum steypu klumpum. Hingað til að þá hann að standa sig einstaklega vel, enda hann framleiddur af Frökkum og ef það eitthvað sem að Frakkar eiga, þá eru það húsasund og götur sem eru þröngar og erfitt að komast svolítið eins og þetta bílastæðahús. Gamli Renault Scenic bílinn, hann var ekki þekktur fyrir það að vera fallegur. Hann var hentugur og rúmgóður og keyrði endalaust, en fallegur það var hann svo sannarlega ekki. Þessi nýi Renault Scenic hins vegar, þetta virkilega fallegur bíl og Renault búið að negla hönnunina á öllum nýju Renault bílunum sínum. Það sem sama markmiðluna kerfi og í Renault 5 þá segir þér hversu vistvænt þú búin að vera að keyra og hversu öruggt þú búin að vera að keyra. Takkarnir í stýrinu eru ekki snerti næmir, heldur þarftu að ýta á þá til að gera eitthvað með tökkunum í stýrinu á bílnum sem ég tel einstaklega mikinn kost. Svo færðu líka multisense takkan í stýrinu eins og í Renault 5 og getur valið á milli akstursstýringa sem eru Eco, Comfort og Sport. Svo líka það allra besta sem í öllum Renault og Dacia líka, það þessi takki hérna sem þú getur notað til að slökkva á öllum bingum og bongum í bílnum. Að því sögðu að þá eru bingin og bongin í þessum Renault bílum þeir eru alls ekki svona inngripsmikil og yfirþyrmandi eins og margir bílaframleiðendur vilja gera það. Mælaborðið með einhverju svona funky efni sem ég kann vel að meta. Það eins efni hérna á sætunum. Saumarnir í mælaborðinu og hérna í sætinu eru svona gulir sem smáatriði sem að fær bílinn til að poppa smá að innan. Svo kemur bílinn með einum bollahaldara sem þýðir það að Renault alveg sama farþegana þennan. Hann bara að hugsa þig sem ökumann sem alltaf jákvæð.